Komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða eina módelskák í Biskup B5 afbrigðinu í Grand Prix árásinni. Þessi skák er frá árinu 1998 og hér eigast við Alexei Ivanov og Dale James. Þessi skák er tefld í bresku deildakeppninni. Og byrjunarleikirnir voru E4, C5, riddari C3, riddari C6 og F4 og hér leik svartur E6 og þá kom riddari F3 og D5 og hér kom þessi Biskup B5 leikur. Hvítur setur strax pressu á riddarann á C6 og tilbúin að drepa hann og gefa svartum tvípeð. Hér leik svartur A6 sem gefur hvítum tækifæri að drepa riddarann strax á C6. Betri leikur fyrir svartan í þessari stöðu er sennilega riddari G til E7 og þá á hvítur nokkra möguleika. Hann getur hrókað, hann getur drepið á D5 er einn vinsæll leikur. Með hugmyndinni að leika drottning E2 í framhaldinu og leppa riddarann á E7 og hóta að drepa á C6. En í þessari skák leik svartur eins og ég sagði A6 og hvítur drap strax á C6 og leik þá D3. Hvíta peðastaðan er traust og svartur situr eftir með þetta tvípeð á C-línunni sem getur orðið erfitt. Riddari F6, stutt hrókun, hróku B8 og þá kom drottning E1 sem er svona hefðbundin leikur í þessu afbrigði. Drottningin stendur ágætlega á E1-um, hún getur farið bæði yfir á kongsvænginn, G3 eða H4 og hún hefur svolítið auga líka með drottningavængnum ef hún þarf að fara þangað. Biskupinn fór á E7 og þá kom athyglisverður leikur hjá hvítum, B3 sem opnar leið fyrir biskupinn til þess að fara á B2 eða á A3 sem er kannski helsta hugmyndin þar sem að biskupinn setur pressu á þetta veika C5-peð. Nú kom drottning C7 og riddari A4 og nú setur riddarinn pressu á C-peð og hvítur undirbýr eins og ég nefndi á hann að leika biskup A3 og líka í framhaldinu að leika peðinu sína á C4 og skorða C-peð á C5 þennan veikleika. Riddarinn fór núna á D7 og þá kom C4, þetta er mjög góð leikur og nú ákvað svartur að loka miðborðinu með leika D4 og hvítur leik drottning G3 og hvítur að tefla á báðum vangjum á sama tíma, bæði á drottningvæng og kongsvæng. Hann er að sækja þessa veikleika á C5 en hann er líka að hefja kongsókn. Svartur var hræddur við að hróka í þessari stöðu skiljanlega og leik G6 og þá leik hvítur biskup A3 og nú eru svörtu mennin svolítið bundnir við að valda C5-peðið. Biskupinn á C8 á enga sérstakareiti, við sjáum að hann kemst ekkert út, hann er fastur á bak á peðakeðuna og svörtu mennin vinna mjög illa saman. Svartur leik núna F6 og þá kom hrókur A til E1, við sjáum að hvítu mennir eru allir fullkomlega staðsettir en svörtu mennir eins og ég sagði áðan eiga erfitt með að finna sér góða reiti. Nú reyndi svartur að leika G5 með þeirri hugmynd að ef að hvítu drepur þá getur svartur farið í drottningaruppskipti eins og við sjáum en hvítur ákvað núna að brjótast í gegn með að leika E5, allir mennir fullkomlega staðsettir og hann er tilbúinn í sókn. Svartur kongur er fastur á miðborðinu, þetta getur ekki enda vel fyrir svartan. Hróku G8, drottning H3, nú kom F3 E5 og F3 E5 og hróku G7 og drottning H6 sem hótar hróknum, hótar peðin á E6, hótar peðin á G5. Þetta lítur ekki vel út fyrir svartan. Biskup F8 gefur peðið á G5, þá voru fáið möguleikar í boði svo sem fyrir svartan. Riddari drepur G5 og hróku G6 og þá kom drottning drepur H7 sem skilur riddarinn eftir á G5 en hugmynd hvíts er mjög skemmtileg. Drottningin á svörtum er valdlaus á C7 og riddarinn á D7 leppur og eftir hrókudrepur G5 þá kom hrókudrepur F8 skák. Ef svartur drep með riddara eins og ég segi þá fellur drottningin þannig að hann þurfti að drepa með kóng og þá kom biskup drepur C5 skák og aftur getur svartur ekki tekið með riddara þegar drottningin fellur og ef svartur leikur kongur E8 þá bara einfaldlega mát hérna á E7 þannig að eftir biskup drepur C5 skák þá gafst svartur upp. Takk fyrir þetta.